Já, komið sæl og til hamingju með daginn. Lífið eins og konfettkassi, sagði mammas Forrest Gumps og hún hafði algjörlega rétt fyrir sér. Vegna þess að lífríkið á jörðinni svolítið eins og konfettkassar. Það fullt af flokkum, það fullt af tegundum og fullt af alls konar mólum þarna inn á milli. Og þetta rosalega mikið fjölbreytni. Og svo förum við að taka í burtu bestu mólana og eftir sitjum við með rauðu mólana. Þá þetta ekki eins skemmtilegt. Þá þetta bara frekar leiðilegt. Og við viljum bara alls ekki að við eftir bara ekki svo langan tíma sitjum hérna með lífríki heimsins og bara með rauðu mólana. Ég ætla þess vegna að tala aðeins líffræðilega fjölbreytni og hvernig hún tengist svolítið umræðunum loftslagsbreytingar. Lífríki jarðar hins vegar alltaf breytingum háð og fyrir 60 milljónum ára rúmlega, þegar að Ísland byrjar að myndast, að þá verður til eldvirkni hérna og myndast eyja. Bara svipað og Surtsey sem þarna á einmitt 60 ára afmæli á þessu ári. Lífið fór síðan að berast til þessara nýju eyju hérna í Atlantshafi og það barst hingað með straumum og vindum, algjörlega óháð manninum. Eyjan, hún varð græn og dýralífið þróaðist, allt eftir því hvernig loftslagið var. Stundum var heitt og rakt, stundum var bara ískalt og allt frosið. Og fyrir bara 10.000 árum síðan að þá sleppti ís af þessari eyju. Og berstrípað yfirborð hennar tók aftur við það að byggja upp lífríkið. Hingað barst refur, í Þingvallavatni þá fór bleikjan að þróast, hérna óx upp birki og víðir, blómplöntur og mosar og geirfuglinn spókaði sig á klöppunum. Lífríki eyjunnar sýndi nefnilega alveg ótrúlega seiglu og þrátt fyrir það að tegundirnar væri ekkert rosalega margar, þá varð fjölbreytnin talsvert. Og ekki aðeins milli tegunda, heldur líka innan hverja tegunda. En fyrir bara svona 1000 árum síðan, þá kom nefnilega ný lífvera til eyjunnar, nefnilega maðurinn. Og manneskjan og hennar fylgdarfé fór fljótlega að setja mark sitt á eyjuna. Við fórum að yrkja hana og nýta lífríki hennar og svo höfðum við bara aðeins notað það of mikið. Svo mikið að lífríkið var farið að láta ásjá af okkar völdum. Umræðan ofnýtingu auðlinda og náttúru jarðar nefnilega ekkert ný af nálinni. En loftslagsumræðan, hún snýst nefnilega þetta, að mannkynið að ganga á auðlindir jarðar með þeim afleiðingum að lífríkið í hættu af okkar völdum. Antonio Guterres, sem var vitnað í hérna áðan, hann sagði einmitt árið 2020 og gekk svo langt að segja að mannkynið á í stríði við náttúruna. En þegar við tölum saman loftslagsvána, þá umræðan oft mjög flókin. Hún nefnilega hætt að snúast svolítið það sem máli skiptir, lífríkið. Hún nefnilega farin að fjalla mælieiningar, kíló og hektara og verð á kolefniseiningu, skuldir og dollara og tonn. En það alveg þannig að fæst okkar hagfræðingar. Við verðum svona. Við bara skiljum eiginlega ekkert í þessu. Og hvers vegna þetta svona erfitt og hvernig ætlum við að halda áfram í átt að kolefnishlutleysi með þessum hætti? Ég held sjálf að tenging manns og náttúru skiptir lykilatriði. Enda sýna rannsóknir að fjölbreytt náttúra hefur jákvæð áhrif á líðan fólks. Mörg okkar sem hér tengdust náttúrunni gegnum berjamó og tjaldútilegur, eins og ég gerði þarna á Þingvöllum 75. Mér langar að sjá okkar rétt upp hendi sem tengja svona við þessar myndir. Það allur salurinn, ég að segja ykkur það, sko. En ég held einmitt að við verðum að huga að tengingunni og að nýjar kynslóðir fái þessa tengingu og verði með náttúrulæsi.
Við verðum nefnilega að skilja ef að kynslóðirnar tengjast ekki náttúrunni, þá munu þær ekki standa vörð um hana né skilja umræðuna. Við verðum allavega að skilja hvaða áhrif ákvarðanir okkar í loftslagsmálum munu þýða fyrir líffræðilega fjölbreytni. Mögulega þurfum við bara ekkert að hafa eins mikið vit fyrir móður náttúru eins og við höldum. Og mögulega eru skyndi ákvarðanir inngrip ekki alltaf þarfar. Við þurfum að standa vörð fjölbreytileikann en íslenska náttúra hefur upp á að bjóða og gera okkur grein fyrir því að þó að lífríkið sé mismunandi það allt hluti af kolefnisbindingunni. Verndun landsvæða því mikilvæg endurheimtaraðgerð. Við vitum ekki hvenær aðgerðir nákvæmlega sem við erum að gera eða hvenær hegðun okkar fer að hafa áhrif og hvenær þær verða til þess að lífríkið á Íslandi lætur á sjá, eins og haftyrðillinn sem farinn, eins og keldusvínið sem farið. Framtíðarsýn hins vegar fyrir kolefnishlutlaust Ísland með gleraugum líffræðilegrar fjölbreytni, hún gæti þó kannski verið á þennan hátt. Og þá erum við ekki bara að tala til ársins 2040 heldur en lengra. 30% af Íslandi og efnahagslögsögunni hefur verið friðlýst til að vernda líffræðilega fjölbreytni árið 2030. Við höfum verndað mikilvæg fuglasvæði gegn byggð og landnotkun og endurheimt að stórum hluta þessi 46% af framræstu votlendi landsins. Við höfum spornað gegn útbreiðslu ágengra tegunda af mannavöldum og ógnað lífríki lands og sjávar. Við höfum verndað og endurheimt birkiskóga landsins að stórum hluta og við höfum farið varlega í vali á tegundum til endurheimtar og skógræktar og valið svæði þar sem tekið hefur verið tillit til landslags, vistgerða og lífríkis. Við höfum tryggt jarðfræðilega fjölbreytni Íslands og tryggt að jarðauðlindir séu ekkert of nýttar í nafni loftslagsbreytinga. Við höfum farið í ítarlega rannsóknir og vöktun vegna nýtingu auðlinda, til dæmis á Þara, og strandsvæði landsins eru skilgreind sem mikilvæg svæði vegna kolefnisbindingar. Íslenska þjóðin orðin fyrirmyndarsamfélag og þar ráðandi að það hefur dregið úr neyslu og umbylting hefur orðið í hugafari, þar sem við einbeitum okkur meðal annars að náttúrumiðuðum lausnum í þéttbýli. Endurnýtanlegir orkugjafar eru ráðandi á Íslandi og vindorka hefur verið nýtt á svæðum þar sem áhrif vindmylla gætir lítið á lífríkið. Metin hafa verið áhrifin á vistgerðirnar, fuglalíf og upplifun mannsins áður en hafist var handa. Og fjárfest hefur verið í öflugum grunngögnum og rannsóknum sem grundvöllurinn að skynsamlegri ákvarðanatöku. Þann 4. júní 1844 voru síðustu geirfuglarnir veiddir í Eldey, þegar 3 íslenskir sjómenn fengu greitt fyrir að safna inntökum fyrir danskan náttúrugripasafnara. Án umhugsunar höfðu við gengið svo nærri stofninum að síðasti geirfuglinn á Íslandi í dag uppstoppaður í vísindasafni Náttúrufræðistofnunar. Á hverjum degi eru lífverur að deyja út líkt og geirfuglinn, einmitt vegna hegðunar okkar mannanna. Við Íslendingar getum þó látið útdauða geirfuglsins okkur að kenningu verða og tekið afstöðu með lífríkinu og breytt hegðun okkar og ákvörðunum. Ef við gerum það ekki, erum við öll orðin af veiðimönnunum í Eldey. Ef ekki unnið að lausn loftslagsmála jafnt og þétt með sameiginlegri framtíðarsýn, getur það orðið til þess að farið verður að beita skyndilausnum með ófyrirséðum afleiðingum. Líffræðilegur fjölbreytileiki lykillinn að því að náttúrulegi ferlar viðhaldi sér
Og það er eitt sterkasta vopnið gegn loftslagsbreytingum. Þetta er konfettgassi lífsins. Takk fyrir.